Já, takk fyrir og velkomin í þáttinn til okkar. Já, velkomin að skjánum. Við erum hérna að hefja nýjan þátt Öryrkjaráðið á sjónvarpsstöðinni Samstöðinni og við ætlum að reyna að senda reglulega út þætti klukkan 3. Á virkum dögum. Já, svona helst alla virka daga. Við sjáum til hvernig það fer. Hvað er þátturinn, Ásta Dís? Já, þar sem þetta er fyrsti þátturinn, þá er kannski fyrst að spyrja af hverju öryrkjaráð og af hverju þáttur og fyrir öryrkja. Það er að okkar mati af því að samfélagi gerir ekki ráð fyrir nema bara að litlum hluta að við séum þáttakendur í samfélaginu. Þannig að upplifunin er eiginlega svolítið eins og samfélagi fari bara framhjá okkur og sé keyrt án okkar. Og svo er þetta, gæði samfélagsins, þau eru einhvern veginn stillt upp þannig að þau séu fyrst og fremst fyrir þá sem eiga fyrirtæki, eiga eignir, eiga peninga og síðan er lögð mikil áhersla á að það sé bara því að fyrirtækja eigendurnir eru í fyrsta sæti sem launþegar. Nei, býttu fyrir ekki, það var ekki þannig sem ég ætlaði að segja þetta, að fyrirtækja eigendur eru í fyrsta sæti og sem launþegar fá að njóta hluta gæðanna. En það er bara svona upp á vissu marki sem launþegar fá að njóta þetta. Þannig að þú ert í láglaunastarfi eða atvinnulaus eða á milli kerfa, útlendingur, nú eða öryrki, og þá er eiginlega ekkert rými fyrir þig í samfélagi. Þá fer maður að spyrja sig, getur einstaklingur sem er að glíma við harða lífsbaráttu, getur hann skapað þetta rými fyrir sjálfan sig? Ég held að við hin í samfélaginu verðum að leggjast á eitt og skapa þetta rými saman. Hvað segir þið? Já, ég held að svo erum við náttúrulega núna líka að lifa mjög sérstaka tíma í gegnum þessa COVID hamfarir, ef svo má orðið komast, og við erum að sigla í gegnum kreppu líka sem að hefur nú ekki alltaf verið öryrkjum svo auðvelt og var það nú ekki í búsáhaldabyltingunni í mannrétt og verður það alveg pottet ekki núna. Og fyrir utan það að þessar hamfarir núna eru náttúrulega hafa örugglega gríðarlega mikil áhrif á öryrkja. Þannig að það er líka bara svona forundlegt að taka púlsinn á fólki út í samfélaginu sem er að glíma við veikindi fyrir og vantarlega annað hver öryrki í bænum að einangra sig. Það er það sem við ætlum að gera. Við ætlum svolítið að taka púlsinn á öryrkjum, en við þurfum kannski líka að segja hverjar við erum. María. Já. Við ætlum að stýra þessum þætti saman, ég og Ásta Dís. Ég heiti María Pétursdóttir og ég er myndlistarmaður, aðgerðarsinni. Ég er svona, hvað ég kalla vinstri róttæklingur svolítið og svo er ég líka öryrki og ég veikist sjálf þegar ég er 28 ára og er svolítið kipt úr umferð pínlítið þá sko. Var þá nýkomin úr námi og ætlaði bara að fara að hella mér í vinnu og fara í framhaldsnám erlendis og eitthvað svona og það bara veikindi mín settu alveg heitt strik í þann reikning. Þannig að ég kynntist fljótlega skerðingum TR og öllu því sem bara fylgir að vera öryrki og kostnaðinum við það að vera veikur sem er ekkert grín heldur sko. Þannig að ég er bara á þeim forsendum að vera sjálf öryrki. En þú? Já, ég heiti Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir, fullu nafni, en er alltaf kölluð Ásta Dís, enda stutt og þægilegt. Ég flokkast eiginlega bæði sem fötluð og langveik, en ég bjó allt of lengi við fátæktina, ég veit hvað það þýðir. Fyrir mér eru það ekki bara orð, heldur einhvað sem ég glímt við sjálf. Minn reynslu heimur samanstendur svolítið af því að tilheyra samfélagi fatlaðra, annars vegar, og fátækra hins vegar. Og með þessa reynslu á bakinu og ég farteskinu, þá hef ég upplifað ýmislegt og glímt við þetta típiska þunglyndi, vanvirkni og vansæld og kynnst svolítið þessu hyldýpi örvæntingarinnar. Og
í gegnum það að þá datt ég inn í það að fara að starfa fyrir baráttusamtök gegn fátækt sem heita EAPN, sem stendur fyrir European Anti-Poverty Network. Og innan þeirra samtaka svo öflug grasrót sem að kallast PEP Ísland, samtök fólks í fátækt. Og þar ég starfandi samhæfingarstjóri í dag. Og PEP-ið svona, það lausnamiðað, það valdeflandi starf, og við byggjum það á jákvæðni og það markvisst gert af því að við upplifum það að það alveg til nóg af neikvæðni í samfélaginu í dag. Við þurfum ekkert að bæta við neikvæðni. Þannig að við viljum byggja á styrkleikum. Og þá breytir engu, þú veist, úr hvaða flokki þú ert að koma, skilur þú, sko, öryrki, fatlaður, langveikur, fátækur. Við erum öll bara venjulegt fólk með vonir, væntingar, drauma og þráða. Viljum bara vera hluti af samfélaginu eins og þeir aðrir. Þannig að Við ætlum að reyna að fá alltaf einhverja í heimsókn, fleiri, og vera mögulega eitthvað saman og eitthvað til skiptis með þessa þætti. Núna í þessum fyrsta þætti eru hjá okkur 3 góðir gestir, Auður Traustadóttir, hún öryrki líka eins og við og aðgerðarsinni, og Bergþór Heimir Sóleyjarson sem starfandi innan ÖBÍ í kjarahóp ÖBÍ, formaður kjarahóps ÖBÍ, og svo hún Helga Mætt líka, kannski kynnir hana. Helga Hákonardóttir. Já. Hún öryrki og hefur verið virk í bettinu með mér. Þannig að bara ég býð ykkur velkomin. Fyrir það. Svo við byrjum kannski bara á að heyra í Auði fyrir norðan. Hvernig slæri þetta ástandið sem við erum að upplifa núna? Ertu sjálf í sóttkví fyrir norðan eða? Nei, ekki þannig lagað. Ég bara hangi heima og hef hægt mig, en ég ekkert í sóttkví. Nema bara sjálfskipaðri. Já. Þetta slær mann eiginlega bara svona eins og alltaf. Við erum aldrei til, hvort sem það kreppa, ástand eða góðæri eða hvað sem dynur yfir þjóðfélagi, þá þessi hópur bara alls ekki, bara aldrei inn í myndinni. Það getur enginn orðið lifa að minna en 400.000, vera að treysta það að starfsfólk fái nú að lifa, sko. En við erum svo vel sett að við getum lifað að miklu minni peningum, sko. Virðist vera allavega. Þannig að manni finnst ekkert vera lítið. Við erum náttúrulega ekki með neitt málsvara. Við erum ekki með neitt svona mann sem að berjast fyrir okkur eins og bara umboðsmann, sjúklinga eða við höfum engin tök á því að berjast fyrir bættum hag einhvern veginn. Það alveg sama hvort við mótmælum eða það sendar ályktanir eða bara það alveg sama hvað gert. Þetta alveg svo þegar ég að hlusta á matreiðsluþætti stundum í sjónvarpinu fyrir fréttir. Ég heyri allt sem sagt þarna, en af því ég hef ekki áhuga á því, þá hef ég ekki hugmynd hvað er verið að tala Það virkar einhvern veginn þannig að þeir hlusta að það heyrist ekkert í okkur. Nema bara náttúrulega fyrir kosningar. Og meira segja á landsþingi sjálfstæðismanna, þá var það gert áætlun það að við færum upp í 100% eða 100% skerðingarleysi. Við erum með 25%, en það alveg sama á hvað sagt eða gert fyrir kosningar, bara leið og við erum búin að skila miðanum í kassan, þá erum við ekki til lengur. Og heldur að þetta ástand núna erum við bara í sama status quo eða verður þetta ennþá erfiðara okkar barátta, heldur okkar hagsmunabarátta? Já, það aldrei til peningar, hvort sem er góðari eða slæmi orðfæri, það aldrei til auka peningar. En svo bara allt í einu núna, þá hægt að prenta peninga í seðlabankanum
bara eins mikið og fólk vill. Maður skilur ekki alveg sko af hverju ekki, ef við tölum sko 10.000 krónur þá bara þjóðfélagi gjörsamlega að fara á hausinn og bara allt ómögulegt og við erum bara með frekju og ætlum að kollsteypa samfélaginu. En svo allt í einu núna sko, það enginn að tala að kollvarpa samfélaginu þó að sé sko verið að moka í Icelandair og í Bláa lónið og maður finnur fyrir svo miklu sársauka bara að það sé ætlast til þess að við sem alltaf með Breiðabauki. Maður að reyna að vera ekki reiður, maður að reyna að vera svona stabill en maður svo reiður inn í sér. En hvað segir þau? Já, alltaf. En hvað segir Bergþór það? Hvaða áhrif hefur COVID sem sagt á þig sem að er öðruvísi núna heldur en fyrir veið? Ég fer minna út, en að því sögðu þá ég í þenni störfum fyrir Öryrkjabandalagið og annars staðar að ég yfirleitt alltaf, ég reyna að vera mjög virkur. Þannig að maður hefur heyrt það og við höfum rætt það innan kjarahópsins sem að ég forsvari fyrir. Þar höfum við rætt meðal annars að benda á hvað ætlum við að gera núna á næstunni og þar hefur meðal annars komið upp svo hugmynd að benda á það að öryrkjar það normið hjá okkur flestum, allavega mjög stórum hluta okkar að vera einangruð, vera ekki mjög virk félagslega, þessi félagslega einangrun sem að fylgir fátæktinu sem að ég hef líka starfað með EAPN, tölum mikið þar og það er svolítið svona tilfinningin hef ég heyrt bæði hjá bandalaginu sem og annars staðar að já, þetta er hræðilegt ástand og það er náttúrulega hrikalegt að vera föst heima en þetta er það sem við erum að upplifa dagstaglega. Og það er eitt af því sem ég held að við getum kannski svolítið notað kannski ekki akkurat núna en í framhaldinu því þetta eins og önnur svona ástand sem hefur komið upp. Þetta er ekki eitthvað sem fólk áður að gleyma eftir hálft ár. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við getum vel notað. Hvað er öðru sem fyrir mig? Jú, eins og ég hangi meira heima. Stærsta breytingin er að dóttir mín var býr erlendis og er komin til mín meðan að þessu ástandi stendur. Þannig að það þýðir að náttúrulega rosalega gott að hafa barnið en það þýðir samt sem áður meira álag. Og ég held að við séum öll að upplifa þetta svolítið en á mismundi hátt og hvert eftir sínu höfðu og hvert eftir aðstæðum hvers og eins að þegar að stjórnvöld tala eins og Bjarni Ben gerði vist í umræðum á Alþingi fyrir ekki löngu síðan þar sem að hann sæi ekki að það hafi verið neinn grundvallar breyting á kjörum öryrkja þrátt fyrir þetta en það bara ekki rétt. Bæði er þetta mikið meira álag á veikt fólk sem að við, mörg okkar bara þola það ekki að vera undir meira álagi og ég finn það mjög mikið sjálfur. Mín aðalveikindi eru af geðrænum toga og ég finn alveg vel fyrir því. En síðan líka hitt sem kemur hann inn í að það eru mjög margir öryrkjar sem eru samt á vinnumarkaði. Það eru næstu í 30% öryrkja eru samt á vinnumarkaði. Að sjálfsögðu finna þeir öryrkjar sem eru á vinnumarkaði líka fyrir því þegar það er dregið úr störfum hjá þeim. Nema þar kemur annað inni sem að ég hefur verið að skoða að mjög margir öryrkjar á vinnumarkaði eru ekki í störfum sem að myndu falla undir þessa hlutastarfa inngrip af því að mörg okkar erum í tímavinnu þar sem það er ekki eiginlegu starfshlutfalli að fara og það er ekkert sem kemur í staðinn. Þannig að jafnvel þau okkur sem hafa verið að beita sér fyrir því og reynt að nota starfsfólk til að ná í aðeins meiri tekjur þrátt fyrir skerðingarnar við erum að missa þær litlu tekjur og það er ekkert sem kemur í staðinn. En svo má heldur ekki gleyma því að við eigum samkvæmt rannsókn sem var gerð einna virkustu öryrkjana í Evrópu.
af því að það eru svo margir sem eru í einhvers konar sjálfboðavinnu eða virkir í samtökum og félögum. Þannig að það má ekki gleyma því og þetta hefur gríðarlega áhrif á þá líka. En Helga, ég var að velta fyrir mig nú, ert þú með 2 dætur heima og hvernig hefur þetta áhrif á þig? Þetta náttúrulega hefur gríðarlega áhrif vegna þess að annars önnur dótturinn í fjarnámi í grunnskóla og hinn dótturinn er fötluð. Hún fær hvorki sína þjónustunni í annað slíkt. Hún fær að vísu að mæta í vinnuna sína í 3 tíma á dag. Hún fær ekki að borða þar eða neitt slíkt. Þannig að það þýðir að mjög mikinn aukinn kostnað hjá mér því nú eru stelpurnar ekki lengur í mat annars staðar. Það þýðir að þær borða hérna heima. Ég borgar samt fyrir matinn áfram hjá annarri, ekki hinni. Það náttúrulega gríðarlegur aukakostnaður sem fylgir því. Þær fá ekki að mæta í sínar æfingar eða neitt slíkt, þannig að þær eru hérna heima allan daginn, alla daga, nema þessar 3 tíma önnur. Það engin hreyfing, það engin virkni, það ekkert, hvað segir maður, það engin rútína, það ekkert skipulag. Við erum hérna heima allan daginn, alla daga, geðið misgott, sérstaklega hjá unglingnum og reyndar, já, báðum. Þessi eldri fær ekki að fara til dæmis í sína skammtímavistun, það var með því fyrsta sem lokaði, en hún hins vegar horfir á vini sína sem að fá að fara í sína skammtímavistun, sem vinnuspes. Hún þráir sína rútínu, hér búið að snúa sólarhringnum að mestu við, þær sjá ekki tilgang í því að fara að sofa á kvöldin, hvað þá snemma, því að þær þurfi hvort ekkert að vakna snemma morguninn, því það ekkert í gangi, það engin rútína, það ekkert. Það sem að þær gera hins vegar mjög mikið af sem þær ekki vanar að gera að þær fara rosalega mikið inn í eldhús til að ná sér eitthvað. Ja. En þegar maður aftur á móti öryrki og maður á ekkert rosalega mikið á milli handana þá ekkert endilega til eitt rosalega mikið handað þeim að borða og það sem til ekkert endilega hollt. Því ef maður sækir sér til dæmis aðstoð hjá hjálparstofnunum með öðru slíku þá ekkert rosalega mikið af hollum mat sem kemur þar inn. Ég reyndar hef verið það heppin ég hef ekki þurft á því að halda í smá tíma. En það pasta til... Dósamatur og einhver pakkasúpur og eitthvað svona. Og pasta? Já, og pasta. Ég myndi sá það þegar það fór að lengjast í afgreiðslutímanum hjá þessum netverslunum hérna í bænum. Að það væri alveg ljóst stelpan mín sem ég segi, hún kemur til landsins daginn sem að tilmælunum allir sem að koma nýja til landsins ætti að fara í sóttkví og að klára það núna í vikunni. En ég sá við höfum hagað okkur í þannig hérna að reynt að útbúa íbúðuna af annað og hvernig við bara höfum okkur daglega lífi þannig að ég myndi sleppa við að fara í sóttkví þó hún væri það. Samanber tilmæli sem að komið frá landlækni hvernig maður það haga því. Og hugsunin með það var einmitt til þess að ég kæmist í búð. Já, en ég sá líka fram á það þegar það fór að lengjast í afgreiðslutímanum hjá heimsninguaðlunum að ég þyrfti einmitt að eiga í húsi í það minnsta 4-5 daga af mat öllum stundum ef svo færi að ég myndi lenda í sóttkví og hvað þá ef ég myndi veikjast upp á það að vera með þetta svigrúm þar til að kæmi heimsending. En það líka ástæðan fyrir því að stelpan kom til mín að að það væri þá eitthvað bakland hérna ef að eitthvað skyldi koma upp á. En maður spyr sig líka svolítið, sko, þú talar að þú þurfir að eiga alveg 5-6 daga forða upp á þetta að gera. Hversu margir öryrkjar hafa efni á því eftir miðja mánuð? Ég hugsa að það séu mjög fáir. Til þess að ná þessum marki þá meðal annars var ég að kaupa, þú minnst á hafragraut, María. Ég borða vanlega ekki hafragraut, ég get látið mig hafa það, en horfandi fram á þetta ástand þá keypti ég ekki 1 heldur 2 pakka af haframjöli til þess að ég hefði þó það. Já, ef allt annað myndi þrjóta, þá væri við allavega með eitthvað sem þyrfti bara að blanda út í vatn og setja á elluna.
hversu margir hafa efni á fundum, ég ekki viss að það sé hátt hlutfall og ekki bara það að það sé ekki hátt hlutfall, hversu margir hafa aðstæðum til að geyma mat til 5 daga sem fullnægjandi í næringu og annað. Hafragrautur ekki fullnægjandi í næringu. Hann heldur okkur söddum en hann heldur okkur ekki heilbrigðum. Þú finnst ég með sjá rosalega mikið umræðum það núna. Það svona hjálparsíður á Facebook sem búið að búa til. Sumar heita COVID, aðrar heita fyrir öryrkja en aðrar heita bara hjálpum stað. Og þar eru endalausar beiðnir frá öryrkjum sem eiga ekki fyrir mat, eiga engan mat og staðan var nógu slæm fyrir og enda verri núna. Tala nú ekki þá sem eru heima með börn í sóttkví, í einangrun eða bara yfir höfuð með börn af því þau fá ekki þjónustu. Þannig að mér finnst þetta óvenjulega slæmt núna. Veistu hvernig staðan fyrir norðan Auður varðandi bara heimsendingar og þetta? Það bara heimsendingar í Netto. Netto að senda heim fyrir norðan líka? Já, ok. Maður sér alveg mun þegar maður fer niður, ég reyna að fara bara í búð einu sinni í viku, bara snemma dags. Og það eru svona unglingskrakkar í hópum bara að taka til, þannig að þetta virðist vera mikið nota heimsendingar þjónusta. Það er ekki komið mörg smitt en einhver samt, eða ekki? Það voru komið 3. Já. Og eitthvað 30 manns í einangrun. En það engin innileggjandi. Nei. Talaði við dóttur mín í gær og hún sagði að það var engin sem var lagður inn ennþá. Hún yfir COVID. Já, á Akureyri. Þannig að við tölum bara í síma, sko, hún reynir að fara sem inn. Þú ert í sóttkví frá henni. Já, en hún pantar matinn frá Netto, sko, þá svo hún þurfi ekki að hún þurfi að halda sig familjan bara heima svo hún smitist ekki. En ég ekki komin inn í það hvernig þetta kerfi Akureyri. Ég búin að vera svo stutt. Ég veit ekki svona matagjafir og annars slíkt, ég ekki komin inn í það. Nei. Við erum svona afla okkur upplýsingar þessi sem eru náttúrulega þokkalega hress. Já. Það sé hægt að aðstoða eitthvað. Já, einmitt. Nú veit ég að það starfandi mæðrastyrksnefnd á Akureyri og Hjálpræðisherinn og mæðrastyrksnefnd hafa starfað saman. Þannig að Já, við ætlum eitthvað að kanna þetta. Við gætum alveg farið í skuttferði, sko, sem eru svona hreyfanleg, sko, til að fara með. Það verið að kanna það, maður getur gert eitthvað gagn í þessari pest. En ég get sagt okkur það, mér aldrei á ævinni langað eins mikið til útlanda. Bara því það bannað. Og þetta alveg hræðilegt og mér langar svo mikið að fara eitthvað, sko, mér langaði svo að fara í leikhús þó ég ekkert efnað og myndi ekkert fara þó að þetta væri ekki svona. Það langar mér svo rosalega mikið í leikhús. Þetta orðið sálarpína bara. Að láta sér langa eitthvað sem hefur ekkert að gera með, sko. Veistu það, ég nefnilega var að hugsa þetta daginn, sko, því ég búin að hugsa á nokkru sinnum alveg bara, ég bara leið og þetta búið það fer ég til útlanda, þó að ég engan pening fyrir því. Að þá sko, ég sagði með mér það áörugglega ekkert eftir að þetta, sko, ferðarþjónustan á mögulega eftir að koma sér mjög hratt í lag, sko, því fólk verður svo óþreyjufullt að komast eitthvað. Já. Það svona, ég verði ekki droslega hissa, sko, en það kemur í ljós, svo sem. Ég einmitt alveg svo mikið að krossa fingur að þetta verði búið allavega á Íslandi og í Danmörku í lok júní, af því ég á að vera að fara á Queen-tónleika 1. júlí. Já. Og það verður í loksins að komast á Queen-tónleika meir en 30 árum eftir að ég kynntist Queen og varð áhangandi. Og ég hef einu sinni áður næstu því komast á tónleika. En náði ég ekki að því að munaði hann einhverju viku á ferðinni hjá mér. Og núna þegar ég átti loksins að komast þá kemur þetta upp. Og það og meira sem búið að bjóða mér á tónleikunum allt saman. Einu sem ég þurfti að gera var að redda fluginu út. Og svo Brian May að tala að hann hafi mögulega verið að syngja sínum síðustu tónleikum núna daginn út af þessu. Þannig að ég er bara, nei!
Það er nefnilega ekki oft sem að við öryrkjar eða svona meðal öryrkinn leifir sér eitthvað eða fær tækifæri til þess að gera eitthvað svona stórt. Þannig að fyrir mörgum þá myndi það hljóma eins og það að ég komist ekki á einhverja tónleikar sem bara piff, það ferður bara næst. Það er fólk sem hefur ekki upplifað okkar stöðu. Nei, akkurat. Þannig er ég sammála. Ég veit að það eru margir hræddir líka núna öryrkjar. Það er eitthvað eins og svolítið, ég finn fyrir miklum ótta. Ég var aðeins að heyra í fólki sem ég er í sambandi við, aðra öryrkja sem eru með sama sjúkdóm og ég, og ég heyri það að það er alveg ótti í sumu fólki, mikill ótti. Sérstaklega fólki sem er eitt, og ég fylgdist líka með einni frænku minni erlendis sem er ein og veiktist af COVID ofan í sinn sjúkdóm. Eða mjög líklega veiktist hún af COVID, það var ekki til próf, þannig að hún var ekki prófið, en það var talið, töldu allir læknar að hún væri með þetta. Og það var mjög erfitt, sérstaklega, hún er í Bandaríkjunum, þar sem hún fékk náttúrulega mjög litla takmarkaða aðstoð, En ég var aðeins að velta í fyrir mér að því ég er að sjá, það er að koma upp svona hjálparsíður líka á Facebook, fólk er að bjóðast til að fara út með hunda fyrir fólk sem er innilokað eða fara í búð fyrir öryrkja og eitthvað svona, þannig að það er mikil velvild, en ég fór að hugsa samt. Þetta er náttúrulega allt svona sjálfboðaliðastörf og mér finnst persónulega mjög leiðilegt að horfa á samfélagið reki bara á sjálfboðaliðastörfum þar sem þörfin er mest, eða sárust, neyðin er sárust. En svo sá ég að það er hlekkur líka inn á öryrkjabandalaginu, þar sem að velferðarráðuneytið er farið að svara símtölum líka. Í rauninni taka aðeins þungan á Rauða krossinum held ég með 1717 línuna og aðstoða fólk ef það er í neyð með að komast í búð og eitthvað svoleiðis. Þannig að ég vona að það sé að virka. Ég hef svo sem ekkert heyrt af því. Hafið þið heyrt um einhvern sem hefur nýtt sér þetta? Ekki ég. Ég ætla að fylgjast með því aðeins. Ég biðst afsökunar fyrirfram ef að þessi aulahúmor minn fyrir taugunar einhverjum, en mér þykir það mjög áhugavert að það sé núna komin ábendingarhnappur inn á sem að ÖBÍ er að benda á. Svona þegar maður setur í huga í sambandi við ábendingarhnappinn sem var inn á TR í gamla daga bótasvikarana. Þá þykir mér það áhugavert að sé núna komin ábendingarhnappur fyrir öryrkja til að láta vita þeir séu í vandræðum. Og sjálfsögðu aðra sem eru í vandræðum, en þetta er til að bara óska eftir aðstoð í rauninni. Já, þetta er svolítið svona, já. Þetta sýnir, það sem ég sé í þessu, þetta sýnir svolítið þessa, nú er búið að ofnúta það orðpínu, fordæmalausu tíma sem við erum á að þegar hlutin einhvern veginn eru svo öfugsnúnir þessa dagana. Það er ekki, mér finnst þetta að vera pínu byltingarmyndum, að hérna er ekki lengur ábendingarhnappur á vefsíðu einhvers opinbers aðila hvað öryrkjar eru miklir svindlarar, heldur er ábendingarhnappur fyrir, ef þú ert í vandræðum, látt okkur vita svo við getum hjálpað, en ekki látt okkur vita ef hann er að svindla. Það er svolítið, það er meira það sem er maður svona, ég kými allavega eins og dænað. Já. Þetta er ekki framför. Mikil. Þetta er náttúrulega mjög mikil framför. Og svo er líka spurninga með allar þessar hlutabætur og allt þetta, og við vorum svolítið að hlæja því í gær við Ásta, að hvað verður bótasvindls ásakannar í kjölfarið. Þannig að þetta er svolítið, þetta eru merkilegi tímar og mikla breytingar. En vitið þið það er eitt sem mig langar alveg rosalega til þess að fá að spyrja ykkur af. Nú, eru haldnir fundir á hverjum degi, klukkan 2 í sjónvarpinu, þar sem er verið að upplýsa okkur allt sem tengist þessu og nánast allar fréttir fjalla eingöngu COVID. Hvað finnst ykkur það? Eru þið að upplifa þetta sem eitthvað gott eða eru þið að upplifa þetta sem eitthvað íþyngt? Ég hlusta ekki. Ég hlusta þetta bara einum og mikið af því góða. Þetta er bara svona kvíðaveikjandi. Fyrir mér.
Minnst þetta pínu merkilegt að allt í einu eru heyrnarlausir partur af þjóðfélaginu? Já. Það er kostur og það má núna allt í einu bara túlka allt. Já, en Stöð 2 passa sig samt rosalega því þegar þeir eru að sýna frá þessum fundum í fréttunum sínum og öðru. Það passa þessi rosalega vel að túlkarnir séu ekki í mynd hjá þeim. Okay. Já, þeir voru fyrst í mynd og voru svona, já, þau voru færðir eitthvað til, er það ekki? Þeir eru til hliðar, sko, og hafa alltaf verið, en RÚV passa sig á því þeir séu mjög sýnilegir, á meðan að Stöð 2 passar mjög vel að þeir sína frá myndefni að það klippa þeir túlka nú út eins mikið og þeir geta. Þannig allt í einu eru heyrnarlausir til, en bara hjá RÚV 2. Þeir voru fyrst með RÚV. Já, það sem að ég er örugglega að sjá fyrir mér. Þeir voru með á RÚV og voru einhvern veginn færðir til. Já, núna er það RÚV 2. Þú ert að fara sérstaklega inn á sérstaklega sjónvarpsstöð til að sjá táknmálstúlka. Sem er samt betra heldur en var. Já. Ég tek samt undir með að þetta er kannski heldur mikið. Það skiptir ekki máli í hvaða horn maður horfir, það skiptir ekki máli, nú er ég ekki með línulega dagskrá en ég svona einhvern veginn ímynda mér með það sem maður er að heyra ef þú kveikir á sjónvarpinu og það er eitthvað annað heldur en afþreyingarefni, þá er það COVID. Og það sé ekkert annað sem komist að. Ég finn, eins og ég myndist á henni í byrjun þáttarins, ég finn alveg álagið, ég þarf að passa upp á til þess að vera fungerandi og sérstaklega núna verandi með verandi allt í orðin einstæður faðir þöggs í þessa. Ég þarf að passa mig, ég sé þetta hjá barninu, ég er að heyra þetta frá öðrum og það eru við fengum sérstakar leiðbeiningar frá skóla hennar hvernig við ættum að tala við hvernig það. Og svo ef maður séð álíka leiðbeiningar annars staðar, þá að sjálfsögðu að upplýsa okkur og við eigum síðan það síðan okkar ábyrgð að upplýsa börnin og svo framvegis. En það eru mörk milli þess að þetta sé ennþá gagnlegt og að því að þetta sé orðið bara heilsuspillandi og ég hugsa að við séum löngu komin yfir þau mörk og ég hugsa að það séu ansi margir þannig úti sem að við heyrum ekki endilega í. Fólk með félagsfælni, félagskvíða, þetta og félagshitt, mikið kvíðavanda sem að við erum ekki að heyra frá af því að hvar eru þau? Jú, þau eru að fela sig fyrir umhverfinu og ekki bara út af möguleikum á sýkingu. En þú, María? Það væri náttúrulega ekkert í fréttum núna, það eru engar aðra fréttir í rauninni. Ég horfi á annan fréttatímana í sjónvarpinu og þá veit maður allt þetta, þannig lagað. En að velta sér upp úr þessu allan heila daginn, það hlýtur að vera rosalega óhollt. Það var til dæmis stóri jarðskjálfti í Króatíu daginn, það var ekki minnst á það í fréttum. Nei, já. Og okkur okkur ekkert nema eldgos, þá er þetta orðið fullkomið. Já. Ég finn fyrir því að sko, mér finnst ég verða alveg rosalega fréttarsjúk í gegnum þetta. Þetta verður svona, ég vil það meira og meira upplýsingar, að þær eru svakalega miklar, en þær eru svolítið svona einhæfar og ég til dæmis sko er farin að sko svona surfa erlenda fréttamiðla til þess að reyna að fá svona heildstæða mynd af einhverju sem er að gerast í öðrum löndum til dæmis. Að því minnst ég fá svona kannski svolítið svona einhæfa myndaði í gegnum íslenska fjölmiðla og oft bara svona valið eitthvað 1 eða 2 land og sagt aðeins frá því sko. Það er eitthvað svo mikil endurtekning. Já, það er einhvern veginn, það er svona einhæfni og endurtekning í svona fréttaflutningi. Þannig að mér finnst í rauninni þó að það sé mikið verið að tala um COVID og ég vilja alveg heyra um COVID og hvað er að gerast, að þá finnst mér ekki fá að heyra alltaf það sem ég vill, sko, af því það sé einhvern veginn of einhæft og of hér, eitthvað á Íslandsmiðað. Á svipuðum nótum þá fór ég að rífa upp spænskuna og ég var að lesa þennan spænska fréttamiðla, meðal annars að því að ég átti að vera þar á ráðstefnu fyrir EAPN núna í þar síðustu viku, en eðlilega fór ekki.
Það annað, hann var að koma inn á það, koma því fram með henni hugsaði, sem samt sem áður jákvætt, eitthvað sem ég held að við núna öryrkjar og bara almennt við sem hefum verið að berjast gegn fátækt í hvaða mynd sem hún birtist. Við erum búin að vita þetta, við erum búin að tala þetta, við erum búin að segja þetta, við erum búin að vera að reyna að öskra þetta út í tómið á megnum til eyru sem vilja ekki hlusta og ef þau hlusta þá það aðalega til að snappa atkvæði í næstu kosningu. Það hægt að útrýma fátækt í heiminum. Núna erum við með þetta ástandi í gangi þar sem að heimurinn hefur bara allur lagst á eitt, mismikilli samvinnu vissulega, en heimurinn er búin að leggjast á eitt með það að vinna gegn þessu, en svo eru löndin hægri vinstri að koma með einhverja björgunarpakka svipað á Ísland, misgóðir. Kína er búin að vera að senda lækningatæki frá sér, núna þegar þeir eru að ná stjórn hjá sér, allavega sögn, þá eru þeir að senda til Evrópu grímur, maska, hanska og svo framvegis. Þegar, ég segi þegar, ekki þegar við erum búin að ná jafnvægi, þegar við erum komin yfir þennan vanda, þá held ég að sé á okkar ábyrgð að halda áfram öskrunum, en núna erum við með dæmi, sjáið hvað við getum gert ef við vinnum saman. Fátækt mannanverk, við getum útrýmt henni og við getum gert þá mjög hratt og örugglega ef við bara vinnum saman. Heyr. Hvað hefðu þið vilja sjá í björgunarpakkanum svokallað íslenska aðgerðum stjórnvalda á Íslandi fyrir okkar hóp? Var eitthvað þarna fyrir okkar hóp? Fannst eitthvað það? Barnabæturnar eða ferðaávísunin sem var 5.000 krónur og á kannski bara vera hvað fyrir veggjöldunum? Sko ég verða bara að segja það, ég er búin að vera að hrópa á torgu, ég er búin að fara alls staðar þess að ég geta og bent á það að þessi hópur var ekki einu sinni inn í áætlun, viðbragðsáætlun almannavarna. Það var bara eins og við værum ekki til. Nei. Við erum ekki til. Nei, þetta er frekar þannig að við eigum ekki vera til, það helst bara útrýmum. Já, ég held að ef við hefðum bara mannsamandi laun og hefðum efni á því að taka þátt í þjóðfélaginu, þá það þá værum við með alveg eins og konan sjálfstæðiskona sem sagði okkur drífið okkur út í búð, hætti þessu væli og drífið okkur út í búð og við verum að hjálpa hagkerfinu að vinna. Og ég var að hugsa að hún myndi þá kannski senda okkur öryrkjunum svona 100.000 kall, við myndum alveg þiggja til að efla atvinnulífið, sko. Ef við ættum 100.000 kall aflögu. Ég hef stundum heyrt talað um kapítalisma dauðans og það var orðalagi sem kom upp í huga mér þegar ég sá þessa grein. Já, þetta var skuggalegt alveg hreint. En við getum alveg elt atvinnulífið ef við hefðum aðeins örlítið meiri tekjur. Já, við getum keypt okkur nýja flík á netinu. Já, ég segi sko, til hvers erum við með þetta framfærslu viðmið? Til hvers erum við að borga fólki fyrir að reikna þetta út í hverjum einasta mánuði? Framfærslu viðmið er 200.000 fyrir utan húsnæði. Til hvers erum við að borga einhverju nefnd fyrir að vinna þessar skýrslur eða þetta viðmið einhverjum einasta mánuði þegar enginn er að gera neitt með þetta? Ættum við þá ekki að fá þennan pening, ættum það ekki að stemma við Tryggingastofnun ríkisins? Ef það verður til hvers að vera að reikna ef enginn er neitt að spá í þetta meir? Þannig getum við bara fullt af pening, hægt bara og bætt launin okkur 2 karmilur. Það var ekki meira. 2 heilar. 2 heilar. Ég nefnilega talaði við mann einhvern tíma þegar var einhver rosalega hækkun, þá var ég einhverju mótmælum fyrir öryrkja niður í bæ. Og ég var að spjalla við hann og hann segi, já, þetta var andskoti gott, og við gátum keypt okkur syngvara haltu kjafti karmiluna. Og ég veist ekki alveg hvað það var, en það var svona freyju stór karmula. Þú gáttu keypt sér syngvara, því að alltaf þegar Bjarni eða fjármálaráðherra yfirleitt er að tala hækkanir okkar sem við erum svo vitlaus að við sjáum ekki. Sko, maður, já, að vera að hækka og maður bara fer dýpra á umslagi og leita bara, sko, býtu, hvar er þessi hækkun? Og að því við sjáum hann ekki, þá erum við líka geðveik.
Þannig að Já, það tala svo niður til okkar. Okkur vantar fjármálalæsi líka, við kunnum ekkert með peningana að Já, fara. við kunnum ekkert með þetta að fara, sko. En það er nú með það læsi eins og bara með þegar ekki kenndu lestu. Ef það er engin bók til að lesa þá gerir það lítið gagn og við eigum enga bankabækur til að lesa þannig á það að gagnast okkar. Það er ekki eins og við eigum einhverja peninga inn á bókum. Höfum í huga samt að því við erum að tala aðgerðin núna að akkurat í þessum töluðu orðum eftir sem ég best sé inn á dagskrá Alþingis er önnur umræða fjáraukalög 2020 í gangi. Þar er nefndarálit minnihluta held ég alveg örugglega frá meirihluta, það fór inn í meirihluta. Þar sem er gert ráð fyrir breytingatillögu, félagslegri breytingatillögu að öryrkjar og endurhæfingarlífeyrisþegar fái 20.000 króna eingreiðslu núna á, ég veit ekki nákvæmlega hvenær hún á að koma en það ætti að koma til okkar af því að það er allavega eitthvað annað, skattlaus og skerðingarlaus. Þetta er lítið en við þurfum samt sem áður af því að við erum að tala allan neikvæðnina sem er í gangi. Neikvæðina sem er í gangi gagnvart okkur, þá ættum við samt sem áður að horfa þannig á þennan penning og í það minnsta, já, frábært, takk fyrir það. Í framhaldinu benda á, við þurfum svolítið mikið meira en þetta. Já, það sem ég ætlaði að segja, sko. Því við mögum heldur ekki alltaf vera bara, það er eins og öðru að tala sko, að við bara maður er að leita í umslaginu, sko. Af því það er oft svo lítið, en já, auðvitað allt vegur, en manni svíður óhjákvæmilega þegar, sko, Alþingi viðurkennir það bara upp á borðum, bara allir taka undir það að þú lifir ekki að lægri upphæðin 400.000 krónum þegar við erum að tala einhverja hlutabætur, en við erum náttúrulega einhverja ofurhetjur, þannig að við erum ekki talið með. Þannig að þetta er svolítið svona, þetta svíður. En ég vona að þeir samþykki þessa eingreiðslu, en svo er spurning hvað hún dugir. En þarna komum við aftur að því að okkur finnst við ekki hafa rými í samfélagi. Okkur finnst að það vanti að skapa þessum viðkvæmu jaðarhópum meira rými í sjálfu samfélaginu. Þannig að við séum fyrir þáttakendur. Því að allir hafa eitthvað að gefa af sér, hvort sem það er í formi launaðra vinnu eða hvað, allir, hver og einn einasta einstaklingur hefur eitthvað að gefa af sér inn í samfélagi. Rosalega margir samt líka upplifið þetta eins og ég nefndi áðan að í rauninni sé þetta gert til þess að útrýma. Já. Við eigum bara ekki að vera til, við eigum ekki að vera sýnileg, við eigum bara ekki að vera til. Á einn eða annan hátt, hvort sem að það er, þú veist, já. Það eru skilaboðin sem að rosalega mörgum finnst þeir fá frá stjórnvöldum. Það líka, þeir fara ekki með rétt mál, það fer rosalega fyrir brjóstið á manni. Þeir koma með tölur, alls konar tölur, hvað þeir eru búin að setja mikið í þetta kerfi og hvað sem við séum dýr. Já, sem stendst ekki skoða. Eins og ég hef sagt, sko, þeir eru að borga mér í peningum 130.000, en ég er að borga 98.000 krónur hverju mánuði í skatt. Og við vorum að ræða það einhvern tímann í öryrkjahópnum að það væri gaman að vita hvað við værum virkilega að borga í skatt tilbaka til ríkisins af þessum rosa peningum sem er alltaf verið að ausa í okkur. Við borgum skatti svo allir aðri. Þeir heyrðu það að við lífeyrissjóðunum skattir og svo heyrðu það náttúrulega krónu móti krónu og þeir valta einhvern veginn yfir okkar því að við erum eitthvað svo hjálpalaus eða ég veit ekki af hverju er hægt að fara við þetta hlýtur bara að vera pínlítið mannréttindabrot. Allavega örlítið. Mér finnst Svo finnst mér líka rosalega leiðilegt þetta viðhorf sem að mér finnst við mæta á ótrúlegustu stöðum að því að við erum að fá bætur, það heitir jú bætur, að þá eigum við náðarsamlegt að fá rétt nóg til þess að við náum að skrimta, því það er jú bara alveg nógu gott fyrir okkur, því að við verðum að sjá til þess að við náum að skrimta, jú, og mér finnst rosalega mikið líka týnast og gleymast inn í þessu að það að vera blankur eða fátækur í 1 til 2 ár er allt annar veruleiki heldur en að vera það alla sína ævi.
Eins til dæmis rosalega grátlegt að horfa upp á það að dóttir mín sem fæddist mikið fötluð og mun vera það sem eftir er ævinar, þó svo Tryggingastofnun vil ég meina það hún eigi að læknast reglulega, að í alvörunni sé rosalega mikið af fólki þarna úti sem horfir á hana og finnst eðlilegt að hún eigi að lepja dauðan og skel nánast alla sín ævi. Já, það er mjög... rosalega grátlegt. Það var rosalega áhugaverð niðurstaða sem við hjá Öryrkjabandalaginu fengum úr Gallup könnun sem við stóðum að núna í lok febrúar, áður en allt þetta COVID fór í gang. Við vorum með málþing, fyrsta skipti sem ég held málþing fyrir tómu húsi, núna 11. mars, þar sem við vegna ástandsins þá ákváðum við að loka húsinu og vera bara með upptökuna og útsendinguna. Þar sem við reyndum yfir niðurstöður þessara könnunar og ég ætla að sleppa því að fara að þylja upp fullt af tölum og bara minnast á eina af spurningunum sem við lögum fyrir. Spurningin sem var, ef þú mistir starfsgetuna á morgun, hvaða fjárhæð eftir skatt myndi nægja þér til framfærslu á mánuði? Ég endurtaka það, eftir skatt, þannig að við erum að tala pjúra framfærslu. Og úr niðurstaðan er að 3/4 svarenda segjast þurfa meir en 300.000 á mánuði eftir skatt, sem þýðir þá 380.000 fyrir skatta og 56%, meir en ríflega helmingur, segist þurfa meir en 350.000 á mánuði, sem þá meir heldur en 460.000 fyrir skatt. Til samanburðar þá eru flestir öryrkjar á bilinu 225 upp í 235-45, manna nákvæmlega núna, glemt að fletta þeir verða með þáttöluður frammi, eftir skatt. Þetta er svona bilinu 225 til 235 sem flestir eru með eftir skatt. Það vantar þannig það er verið að bera okkur saman við lágmarkslaunatrygginguna núna, þar vantar 100.000 skall upp á. Það dugar ekki til. Flestir myndu segja að þau þyrftu meira heldur en það. Heyrðu, við þurfum að fara að slúta þessu, við erum brunnin út á tíma. Það var mjög gaman að heyra ykkur. Við kannski fáum ykkur aftur í þennan þátt, einhver tíma núna næstunni. Við eigum eftir að taka fyrir fleiri málefni sem tengjast öryrkjum. Algjörlega. Og við verðum hérna næst, ég verður örugglega með þáttinn á morgun. Já, bara takk fyrir að taka þátt í þessu verkefni með mig, María. Já, sömuleiðis þetta. Og við kannski minnum á eitt í lokin að Öryrkjaráðið er síða á Facebook, þar sem hægt er að hafa samband við okkur. Og þeir sem það eiga ekki allir auðvelt með að koma fram í þætti eins og þessum, til dæmis að félagsfærni eða einhverju öðru, en ef þið teljið ykkur eiga erindi við okkur, að þá sendið okkur línu í inboxið á Öryrkjaráðinu og við komum því í þáttinn. Endilega, hafið samband. Takk. Kæra þakki fyrir okkur. Takk.